Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. des annar sunnudagur í aðventu. Þema dagsins Frelsarinn kemur. Í lektíunni lýsir spámaðurinn Jesaja hversu dýrlegt og fullkomið verður í ríki Guðs. Í pistlunum stendur: innan harla skamms mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisögu húsbónda sem fer úr landi. En við skulum hefja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Markúsi 13. kafla. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag eða stund veit enginn, hvorki englar á himni né sonurinn, enginn nema Faðirinn. Gæti ykkar vakið, þið vitið ekki nær tíminn kominn. Svo þetta sem maður fari úr landi, skilji við hús sitt og feli þjónum sínum umráðin, hverjum sitt verk. Dyraverðinum býður hann að vaka. Vakið því þér vitið ekki nær húsbóndinn kemur að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna ykkur sofandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi ykkur, það segi ég öllum, vakið. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins Frelsarinn kemur. Á aðventunni búum við okkur undir fæðingarhátíð Jesú, en leið erum við minnt á endurkomu hans. Okkur gefin sú von að hann komi aftur, en þann dag eða stund veit enginn hvenær verður. Við erum hvött til að sýna þolgæði, óttast ekki því Guð með okkur, hann gefur okkur viljan og kraftin til að standa stöðug og efast ekki að fyrirheiti hans rætist. Því að innan harla skamms mun sá koma sem koma á. Himnaríki í nánd. Enn eitt sunnudaginn minna textar dagsins okkur á að halda vöku okkar. Sofna ekki á verðinum. Textinn tekinn aftast úr kaflanum, en stundum þarf að tengja dæmisögur Jesú við það sem gerist í kaflanum áður en hann segir söguna. Kaflinn byrjar á því að Jesús segir lærisveinunum að heimurinn eins og við þekkjum hann muni líða undir lok, en hann komi aftur. Enginn veit hvenær, þess vegna þurfum við að vera viðbúin. Síðan segir hann: nemi líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þið að sumarið í nánd. Eins skuluð þið vita þegar þið sjáið þetta að endirinn í nánd. Fíkjutréð stendur sem tákn fyrir þjóð Guðs. Áður en Jesús kemur, eiga greinarnar að vera í vexti, mjúkar og tilbúnar að laufgast og bera ávöxt. Því ávöxturinn kemur í ljós þegar hann kemur aftur. Vöxtur trésins, það þjóðarinnar, mun vitna að koma hans nálgast. Og Jesús myndi síðan lærisveinana á að orð hans muni alltaf standa. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Dæmisagan sem ég las í Guðspjallinu dæmigert myndmál fyrir okkur og áherslan á að við vitum ekki hvenær húsbóndinn, það Jesús, kemur aftur. Þegar Jesús steig upp til himins, þá skildi hann postulana eftir sem ráðsmenn, þjóna í húsi sínu, söfnuðinu. Hver og einn fékk sitt hlutverk, meðal annars dyraverslu og uppfræðslu orðsins. Það að viðhalda fræðslunni hann og ríki Guðs. Dyravarslan mikilvæg.
Við hleypum ekki hverju sem inn í líf okkar, en við opnum fyrir honum sem stendur við dyrnar og knýr á. Í annarri dæmisögu lýsir Jesús hvernig kæruleysi getur yfirtekið hús hans, söfnuðinn, þegar framlíða stundir. Hann sagði: hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndinn setur yfir hjú sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma. Sæll sá þjónn húsbóndinn finnur breyta svo hann kemur. En ef sá þjónn segir í hjarta sínu: það dregst að húsbóndi minn komi, og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu hann veit ekki. Já, okkur sagt að vera tilbúin, láta ljós okkar loga og vera lík þjónum sem bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Því sælir eru þeir sem húsbóndinn finnur vakandi þegar hann kemur. Aðventan, þegar við bíðum þess að fagna komu Jesú í heiminn, tímasett og við notum tíman í undirbúning. Á sama hátt erum við allt lífið að undirbúa okkur fyrir ríki hans. Í pistlinum stendur: varpið því eigi frá ykkur djörfung ykkar. Hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafið þið, þörf til þess að þið gerið vilja Guðs og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Jesús líkir því við innbrot og rán á sál okkar ef við erum ekki viðbúin. Verið viðbúin því mannssonurinn, frelsari okkar, kemur á þeirri stundu sem að þið ætlið ekki. Það algjörlega að óvörum. Verum tilbúin eins og Guðspjallið sagði, að opna dyrnar fyrir honum. Verið ekki hrædd, litla hjörð, því að föður ykkar hefur þóknast að gefa ykkur ríkið. Seljið eigur ykkar og gefið ölmusu, fáið ykkur pingjur sem slitna ekki, fjársjóð á himnum sem þrýtur ekki, þar sem þjófur fær ekki nánd komist né mölur spillt. Því að hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Já, Guðspjallið í dag endaði á þessari áminningu Jesú. Það sem ég segi ykkur, það segi ég öllum: vakið. Á hverjum degi færumst við nær Guðs ríki. Á dögum Jesú predikuðu bæði Jesús og Jóhannes skýrari að himnaríki væri námt, og dæmisögur Jesú hvetja okkur til þess að halda okkur vakandi. Samanber að hafa næga olíu á lampanum eða vera lifandi grein á vínviðnum og bera ávöxt. Og við erum hinn dýrmæti ávöxtur Guðs. Jesús lagði aldrei fram neina ákveðna kröfu þekkingu, aðeins að við þekkjum hann. Augu mín hvíla á hinum trúföstu í landinu, segir Drottinn í Sálmi 101. Þeir fá að búa hjá mér, og augu hinna trúföstu hvíla á Guði. Sambandið gagnkvæmt. Aðventan, aðdragandi jólanna, á alltaf sérstakan sess í hugum okkar, en lífið sjálft hefur áhrif á líðan okkar. Loftið fullt tilhlökkunar hjá einum, blandað kvíða hjá öðrum og hlaðið sorg og söknuði hjá þeim sem hafa misst ástvini eða lent í áföllum. Við þurfum öll á Guði að halda. Komið til mín, sagði hann, öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita ykkur hvíld. Í ritningunni eru vers sem hugga, uppörva, styðja og styrkja, veita gleði, efla hugrekki
og síðast en ekki síst gefa sálinni frið og ró. Í orði Guðs er að finna svar við hverjum vanda og ráð við hverju þraut. Já, þema dagsins er frelsarinn kemur og í fermingafræðslunni vaknaði spurningin: hvernig getur þetta litla barn frelsað heiminn? Jú, Guð gaf okkur fæðingu hans sem gjöf, en Jesús valdi að ganga á okkar syndugu jörð og saklaus gefa líf sitt á krossinum til að greiða fyrir syndir okkar. Eins og Adam, það er einn maður, færði syndin í þennan heim, þá gat Jesús sem einn maður tekið syndina á sig fyrir okkur öll. Fyrir hann eigum við von líf í fullri gnægð. Já, fæðingarhátíð frelsar okkar nálgast óðum. Þessa daga er í mörgu að snúast og mikilvægt að gleyma ekki Guði í öllu amstrinu. Guð gleymir okkur aldrei og hans vegna höldum við jól. Tökum okkur því tíma til að íhuga boðskapinn, fylla hjartað af friði, íhuga hvað mestu máli skiptir og eiga tíma fyrir frelsarann sem gaf líf sitt fyrir okkur. Megi Guð blessa ykkur og gefa ykkur gleði og friðar daga í aðdraganda jólanna. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.